Við erum staddir í Kópavogi. Það er 93:40 cirka á leikklukkunni. Þið fáið aukaspyrnu. Hvað hugsaðir þú svona í þessari aukaspyrnu og þessari atburðarás? Lýstu þess aðeins fyrir okkur, fyrir stuðningsmönnum. Hvernig var það? Ég hugsaði í rauninni ekki neitt. Ég var eiginlega bara að velta fyrir mér hvað tókið þau verið að gera með að fá þessu aukaspyrnu á sig. Já. Þannig að ég var ekkert að hugsa neitt sérstaklega. Annað en það. Já, ok. En þegar boltinn kemur inn frá Einari Karli, hvað sko, af því að það er búið að tala um að það eru margir lausir menn og svona, hvernig var þetta í þvögunni, ef við getum orðað það þannig? Bara sástu boltann strax og ég næ þessu með hvernig svona... Já, maður alltaf bara reynir alltaf að passa sig að halda línunni eins lengi að maður getur. Já. Og svo alltaf kemur Einar bara alltaf með frábæra bolta. Já. Og já, maður hefði verið brjálaður ef maður hefði alltaf ekki sett þetta á markið. Fagnaðarlæti. Já. Þú verður að lýsa, þau hafa vakið mikla athygli. Út fyrir landsteinana, getur sagt þér. Út fyrir landsteinana. Langt út fyrir það. Langt út fyrir það. Segðu hvað það er. Út fyrir Evróp. Ég get eiginlega lítið sagt hvað ég var að gera. Þetta var eitthvað... Bara mómentið? Já, þetta er svolítið mómentið, sko. Já. Ég vil bara biðja fólk um að taka aðalega eftir Arnari Sveini í þessu mómenti og hætta fókusa á mig því að hans þáttur er í rauninni miklu verri heldur en mín. Bjössi, þinn þáttur í þessu, náttúrulega varamannaböknum. Hvað hugsaðir þú þegar tókið skifur á aukaspyrnu? Hugsaðir þarna kemur færið eða því hvað svona... Ég bara pældi hvort það myndi ekki örugglega leyfa þessu að lifa vegna þess að hann var svona melta hvort hann ætti að hluta af eða ekki en það er alltaf möguleiki þegar að fá aukaspyrnu. Vera með svona skallaminn inn í teig eins og Bjarna. Það er náttúrulega alltaf möguleiki á marki eins og kom í ljós. Nákvæmlega. Þessi síðustu tveir leikistrákar, þeir hafa gefið okkur aðeins mikið í deildinni og við erum á toppnum núna. Það er svolítið verið að tala um Val sem liðið til að vinna, spila besta boltann, bla bla bla. En það bara skiptir málið þessar 90 mínútur. Þannig að smá próf á okkur, heimavöld gegn KA, liðið sem er og koma svolítið óvart og svona. Hvernig er hugarfarið fyrir þann leik? Hvernig er svona mótivasjónin? Þú veist, við verðum náttúrulega bara eiga toppleik hérna á morgun til að ná þeim úrslitum sem við viljum. Þannig að fullt af hlutum sem við þurfum að laga frá Breiðabliksleiknum. Og við erum meðvitaðir um það og vonandi náum við bara að framkvæma það sem við ætlum að gera á morgun og við náttúrulega ætlum að taka hérna 3 stig. Bjössi? Já, það er alveg klart að svo Bjarni segir, KA-liðið er mjög vel mannað og gríðarlega físikal sterkt lið. Þannig að það þarf að mæta henni til leiks almennilega brýnaðir. Og við erum með okkar liðir og vonandi ganga þær upp á morgun og við erum náttúrulega heimavelli hérna og krefjast þess að okkur sjálfum að við reynum að ná í 3 stig. Þú sagði fyrir nokkru vikur síðan að svona samfélagsmiðlarnir og allt þetta væri alltaf athygli á, þú væri alltaf að fá skilaboð allt þetta. Umræðan eins og hún er núna og fyrir ykkur leikmynda. Þeir þetta eitthvað inn í, eru þið meðvitað, eru þið mikið að pæla í því að þið séu núna á toppnum eftir 7 fyrir þeir að spila vel og allt þetta? Eru þið mikið að spá þessu, er það bara næsti leikur, næsta æfing, bara að halda áfram næsta verk? Já, ég persónulega reyna að skoða fjölmiðla sem bara minnst. Og þetta er nú svo fyndið sko að þegar manni finnst maður hafa að spila illa þá fær maður einhver hærri einhvernir en maður ætti skilið og svo er það nákvæmlega þannig að mér finnst þetta bara aldrei hjálpa manni og ég reyna að skoða þetta sem minnst því að þetta alltaf virkar ekki fyrir mig hvort sem maður spila vel eða illa. Nei sko, fjölmiðlar, ok, allt í góðu samfélagsmiðlar og ég meina umræðan þetta og umfjöllunin er alltaf einu góða en leið og menn átt að sjá því að þú getur aldrei, sko ef þú ætlar að fara eftir einhverju miðli hérna þar sem einn gæi er að fylgjast með leikmenn og hann er að taka út einhverja 22-24 leikmenn sókn og vörn og ég meina það er bara ekki hægt sko. Það er bara vonlaust að gera þannig að grýtingin verði alveg réttmætt sko. Þannig að oft er þetta bara einhver tilfinning og eitthvað og leið og menn átt að sig bara á því að vera ekkert að pæla í þessu þetta í rauninni skiptir engu máli og fara bara að einbeita sér að hlutu sem þeir ráða við þá er þetta ekkert máli. Vissulega er áreitið náttúrulega miklu meira heldur en það var sko.
það var bara 10 fréttir í gamla daga og allar sýnt sko mörkin sko og var kamera á einum leik og eitthvað svona sko. Þannig gamla daga þá bara var og þetta bara einhverja þjóðsögur sko. Munnmæli að einhverju gæti eitthvað og eitthvað svona dót sko. Þannig þetta orðið allt annað dæmi. Þannig þeir eru klárir í baráttuna í 90 mínútur á morgun móti KA á heimavelli. Já, við bara verðum að vera það. Góð lokaorð, verðum að vera það. Gangu vel, drengir. Takk fyrir.